Ragnar Stefánsson, jarðskjálftafræðingur og fyrrum formaður fylkingarinnar, var jarðsunginn núna í vikunni. Þar fór góður maður, eins og sagt og allir geta borið vitni sem að kynntust honum. Við vorum svo heppin hérna við rauðaborðið að hann kom til okkar tvívegis síðastliðinn vetur og við ræddum við hann annars vegar fylkinguna og kannski svona hans pólitísku sýn og hvernig hann leit á baráttu alþýðunnar. Og svo hins vegar kom hann hérna með öðrum í að spjalla útvarp Rót sem að hann tók þátt í að stofna eftir að fylkingin hætti. Og þessi samtöl held ég bæði að draga vel fram persónu Ragnars og afstöðu. Þannig að mér langaði að endurspila þau núna í tilefni þess að hann hefur hvatt. Við skulum byrja á samtali sem ég átti við hann fylkinguna og sem eiginlega svona baráttusaga Ragnars, hvernig hann vaknaði til pólitískrar meðvitundar, hvernig hann svona sá fyrir sér að best væri fyrir alþýðuna að ná árangri og hvernig hann reyndi síðan að forma það þegar hann kom hingað heim og hvernig hann leiddi fylkinguna á tímabili sem að stundum kallað villta vinstrið á Íslandi. Við skulum hlusta á samtal mitt og Ragnars frá því einhvern tímann fyrir síðustu jól. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að horfa þess aftur, skoða, við gætum sagt, horfna stjórnmálahreyfingu, fylkinguna sem að starfaði hér í áratuga skeið og til þess að fræða okkur fylkinguna og forvera hennar hingað kominn Ragnar Stefánsson, jarðskjálftafræðingur. Þín svona stjórnmála þáttaka, hún algjörlega samofin fylkingunni, er það ekki? Jú, það má segja það. Ég hef lítið verið í öðrum samtökum, þessum fylkingunni. Og þó svona maður var á ýmsum stöðum en alltaf var fylkingin einhvers staðar nálægt manni, eða maður var gerður út af henni eða var líka í henni ásamt öðru. Já, ýmsir svona hópar einstök málefni en fylkingin svona stjórnmálaflokkurinn. Já, það var mikið það, við unnum mikið þannig, sko. Já, en mér langar að bara rekja söguna fyrir þá sem ekki þekkja og þá verðum við að byrja í æskulýðsfylkingunni sem að var Hún var æskulýðssamtök Sósíalistaflokksins og ég tengdist henni nú fyrst bara þegar ég var, allir hef ekki verið svona 15 ára og í Landsprófsbekk held ég í skóla og þá hitti ég einhverja náunga sem að drógu mig þar inn. Fór þar í lesring til eldri manna í æskulýðsfylkingunni og það var svona pólitískur lesringur og það var þó að þetta væri æskulýðssamtök þá voru þetta pólitísk æskulýðssamtök og við fórum hérna í lesring heilan vetur og svo þegar veturinn var svona nokkurn veginn lokið og leiða landsprófi þá buðuður okkur upp á að við hefur búin að taka svo mikið tíma frá okkur buðuður okkur upp á að auka tíma í ýmsum námsgreinum fylkingar, þessir eldri fylkingafélagar. Hvaða ár er þetta? Þetta er líklega 54 og svo fyrir ég í menntaskólan árið eftir ég allavega útskrifast á menntaskóla 58 sko. Og þannig er sósíalistaflokkurinn til þannig er sósíalistaflokkurinn sósíalistaflokkurinn var nokkuð mikill flokkur þetta var svona komst svona nálægt í að vera sósíalískur fjöldaflokkur sem hafa nú ekki allir verið þessir sósíalískir flokkar hann
ég var aldrei í honum, en ég kynnt svona í gegnum pappa, vegna þess að pappi var í honum og það kom fyrir að fundir voru haldnir heima hjá mér, það er segja deildarfundir. Það voru einar 20 deildir í Sósíalistafélagi Reykjavíkur, hverfadeildir, þar sem menn komu saman og ræddu pólitík og skipulögðu svona peningasafnanir og svoleiðis. Þetta var svona hinn grasrótar kjarni í flokknum sem var í þessum deildum. Sem hann hefur erft frá kommunistaflokknum. Já, örugglega. Ég man eftir því að þegar fór að líða því að flokkurinn yrði lagður niður, þá heyrði maður frá ýmsum svona toppmönnum í flokknum að þessir deildir, þetta var eins og klíkur út allan bæ sem var að baknaga flokkin. Þá voru menn farin að greina flokkin upp þannig að það var annars vegar flokkurinn sem voru þeir. Já. Og eins og þessar klíkur fórustan, já. En var það ekki líka átök á milli, hvað við segja, sósíalista og krata? Jú. Þetta var náttúrulega, það urðu átök og svona, ég fer til útlandarindar hausti 58, beintir Svíþjóður og var þar tótti lengi. Þannig ég fylgdist nú með þessu bara gegnum bréf og svona samtöl því ég kom heim. Og það er rosalega mikil átök sem eru þá skipulagsmál. Sósíalistaflokkurinn, hann var hálfpartinn lagður niður 56. Þá myndað kosningabandalagið, alþýðubandalag, sem átti bara að vera kosningabandalag. Alþýðubandalagið varð í þessum venjulega skilningi, sko, hvað sé flokkur, þá varð alþýðubandalagið raunverulega flokkurinn. Það er að segja valdstjórnarflokkur. Þetta var mjög fámenn klíka sem stjórnaði. Það var Einar Olgeirsson og það var Hannibal Valdimarsson og Lúðvík Jósefsson. Þetta voru svona nokkrir, kannski 2-3 viðbót sem að voru henni raunverulega flokksstjórnendur. Sósíalistaflokkurinn starfaði áfram en var þeir héldu fundi og slíkt í framkvæmdastjórn flokksins. En hann var ekki, sko, hann var ekki nema litlu leyti leiðandi flokkur eftir þetta. En voru þeir ekki Einar og Brynjólfur og félagar en þá með fórustu í flokknum? Í Sósíalistaflokknum? Jú. Já. Þeir voru það báðir. En svona... vildu draga úr starfseminni? Þetta var ýmist. Þetta voru átök í Sósíalistaflokknum eins og þú segir milli krata og sósíalista og Brynjólfur þessir sósíalistar vildu gjarnan gera Brynjólfur af sínum forystumanni en Brynjólfur vildi það ekki. Brynjólfur þeir sögðu mér það að Brynjólfur vill aldrei rísa upp á móti Einari. Þeir eru gamlir félagar og hann vill ekki, hann var oft reiður Brynjólfur ef Einar var gagnrýndur harðlega, samt var Brynjólfur alltaf hélt áfram að vera mjög róttækur og þess vegna sem þessir gömlu róttæklingar í flokknum vildu fá hann sem forystumann, meira sér kus hann einu sinni formann Sósíalistafélagsins. Þegar hann var fjarlægur, hann var erlendis og kus hann að hann var forspurðum. Þá var Einar á fundinum og var ofsalega reiður yfir þessu og ég held að hann verið reiður fyrir hönd Brynjóls fyrst og fremst. En þetta samband þeirra var mjög tryggt og mörguleiti einlægt en svikult samband og ég vil ekki segja hver sveik hvern. En þeir Þengslin á milli þeirra voru einhver leiti þau rofnuðu ekki. Þannig að þeirra voru átök í flokknum að þá reyndu þeir að komast að einhver samkomulagi sín á milli og fá flokkinn til þess að beygja svo til það. Já. Það var deilt um það. Brynjólfur kom með þessa leið félagsaðild, flokkurinn, eða deildir flokksins,
skildu eiga aðild að Alþýðubandalaginu. Það er félagsaðild, þannig að flokkurinn myndi í þeim skilningi starfa áfram og það voru haldnir miklu fundir þetta og þar má segja að Brynjólfur að Einar hafi svona gengist inn á ákveðna málamiðlun í því og studdi þessa félagsaðild og þegar kom að miklum uppgjörsfundi í Tónabíó árið 67, með mér yfir í april 67, þá átti bara reyna að kjósa þetta í flokknum, en leið átti að kjósa menn á lista og við í fylkingunni gerðum kröfum það að sem þá vorum farnir að starfa mjög mikið sem sjálfstæður aðili. Við gerum kröfum það að venjulega aðalfundarstörf þar sem að kosið væri þessar lagabreitingar. Þetta á áður en að kosningin yrði hverju væru á listum, hverju væru á pólitísku listum. Það voru kosninga framundan og við vissum það að það var barist að koma Jóni Baldvin á ungu manni þá og koma honum á lista og það var haldinn stóru mikill fundur í Tónabíó þetta og við fórum heim til Einars daginn áður og settum þetta skilyrði við göngum út á fundinum nema þetta verði bara afgreitt með eðligan hátt því að við viljum sjá hvort að Einars armurinn standi við þetta sem að menn hafi verið að segja félagsaðildina. En fundarstjórum og tókst með snjöllum hætti að koma kosningum listan á undan þess að kosningur venjulegum aðalfundarstörfum tókst að koma því á undan og við gengum út og reyndar hljóp Brynjólfur út á eftir okkur og reyndar að draga okkur inn eftir en við vorum þá búnir bara einfallega að fá nóg af þessu en það hafði verið gífurlega vel smalað á þennan fund og Einars menn, Einar og Kjartan og þetta lið sem var sterkast þarna, Kjartan Ólafsson. Það hafði, því að þeim hefði gengið óskaplega vel í smölunni og þetta var mikill fundur og það var samþykktur listi sem var að ferra mati góður listi og Hannibalistarnir töpuð á þeim fundi og þessi sammenning sem átti nú að verða í nýjum flokki leiddi til klofnings. Hún varð aldrei og leiddi til klofnings. Já. Það í framhaldinu verða til samtök frjálslyndra vinstrimanna Hannibalistarnir sér samtök og þið gangið út. Við gangum út. Ég sagði áðan eitthvað kratar og sósíalista. Það er kannski svona einföldun að segja þetta. Þetta voru alltaf kommunistar og alls konar fólk. Já, það er bara Gætirðu dregið upp eitthvað svona mynd af svona litrófi ólíkrar áherslu hjá þeim sem að voru í sósíalistaflokknum og Alþýðubandalaginu fyrir þá sem að ekki lifðu þennan tíma. Já, það voru mjög ólíkar áherslur og það var það sem var kannski grunnurinn að þessu. Það voru áherslur í sambandi við hermálið sem voru mjög sterkar að sósíalistar, þeir vildu ekki, þeim fannst að vera sviknir í vinstristjórninni sem var myndið 56 og þá var lofað að herinn skildi fara og bara framsóknarmenn og fleiri gáfu skýrt lofar þetta og þetta er svikið og menn hætti ekki stjórninni samt
menn vissu það að nýsköpunarstjórnun sem hafði verið mynduð 40 og 4 var það ekki? 44 til 47 eða ekki? 47. Hún klofnar á hermálinu og hluti vinstri armsins sem sagt neitaði að halda áfram. Brynjólfur var oftast talin fyrir þeim hópi. En þetta er eitt aðalmálið og þetta vakti mikla reiði margra. Mönnum fannst að var að mynda flokk sem gæti verið stjórntækur í hvaða stjórn sem væri. Svipað eins og kratarnir höfðu verið. Stjórntækur flokkur sem ekki var að gera svona mála skilyrði fyrir þáttöku sinni og annað sem var það að það var að byrja að koma upp svona sterk hreyfing manna sem vildi harðari verkalýðsbaráttu og meiri svona stéttabaráttu hyggju í gangi og áhersla á lægstu laun og fleira slíkt sem við sjáum ekki reynda með miklu skýrara hætti núna hjá Sólveigu Önnu og fleirum í nútímanum. En þetta var þá á þeim tíma og þetta Vildu brýna verkalýðshreyfinguna, töldu hann að vera einhvern veginn að fara frá. Þetta nú á tímabili þar sem að verkalýðshreyfingin gerir svolítið svona sátt til hægri, að það eru teknar upp baráttumál sem eru kannski hægri mál eins og lífeyrissjóðirnir, séreignarstefna í húsnæði. Sömuleyti þá þetta tími þar sem að til þess að ná samstöðu í verkalýðshreyfingunni, að þá kannski þynnt út kröfunar. Alveg rétt. Þetta þynnt út og þetta var nú smám saman skilgreint sem stéttasamvinnustefna. Og það var svona þetta og eitt af fyrsta sem fylkingin gerir í svona nýri það var meira sér áður en að fylkingin lýsti beinlins yfir hún væri orðin ný samtök og þá var gefið eitt af fyrsta sem var gert var að gefa út sérstætt blað á 1. maí sem var svona í tímaritsformi mjög vanda blað verkalýðsbaráttuna og það stóð að því það var þó nokkuð sterkur verkalýðsarmur í þessari fylkingu. Fylkingin var ólík mörgum að þessum hreyfingum sem kom upp víða heim á þessum tíma að það var mikill verkalýðsarmur í henni og sterkur og fólk það voru iðnemar og það voru alls konar svona hópar sem og þetta blað var algjörlega unnið af þeim armi í fylkingunni. Þetta voru ekki bara háskólastúdentar. Þetta voru ekki bara háskólastúdentar og þannig að þetta var og sem sagt að og svo er Víetnam stríðið komið á fullt. Ég kem þannig heim til Íslands að ég var gamall félagi í þessari gömlu æskulsfylkingu sem líkaði mjög vel og það var yndislegt fólk en maður var ekki í svona, maður var ekki í gerandi pólitík, maður var ekki virkur í pólitíkinni. En það síðustu árin sem ég var út í Svíþjóð þá voru sem sagt 65, 66 þá er þessi grasrótarpólitík að byrja þar á fullu í sambandi Víetnammálið og ég hrifst bara mjög af henni bara baráttu aðferðunum og hvernig grasrótinni tókst að smám saman að vekja athygli á Víetnammálinu, gera það að raunverulegu umræðu efni, ekki bara út af hrópum stórblaðana hvað Viet Cong væri ómulegt og allt þetta heldur og ég hrifst mjög af þess og það var eina mínum ákvörðun því ég fór til Íslands að reyna að innleiða þetta á Íslandi og ég fer semst að vorið 60 og 6 þá flytjum við til Íslands og
og það þá eru þar forustu fólk, það svona fólk sem ég þekkti reyndar mjög lítið þá, en voru mjög góði vini mínir. Það var fólk eins og Vernharður Linnet og María Kristjánsdóttir og Leifur Jóelsson og þannig að þó að mínar skoðanir væru kannski svolítið öðruvísi en þeirra hvað þetta varðaði að ég vildi leggja mesta áhersluna á svona vakningarbaráttu, það að segja að með hörðum aðgerðum að reyna að koma málum okkar á framfæri og virkni að menn gengu smám saman yfir á það og það ég kosin það sem kallað var forseti fylkingarinnar haustið 66. Þessar áherslur mætti segja að þú að leggja áherslu á, hvað getum við kallað, svona stjórnmál götunar, svona utan valdastofnanna í frekar að reyna að færa til verkalýðshreyfingun eða stjórnmálaflokkana? Já, ég held að það sé alveg hárrétt skýring og það var svona og kannski var ég einmitt að því að ég hefði alist upp við með þessum haglátu sósíalistum sem vildi vel en manni fannst kannski að það væri ekki nógu virkir í því að koma hlutunum á framfæri. Það getur öllur þess vegna hafi einmitt áhrifin þessi grasróta barátta hann í Svíþjóð haft sérstök áhrif á mig. En allavega þá við förum strax út í aðgerðir strax árinu 67. Það farið út í Reykjavíkurgönguna 67 sem kom í staðinn fyrir Keflavíkurgöngu sem var lögð niður. Það var eiginlega búið að leggja hana niður vegna þess að við túlkuðum það margir þannig að menn vildu ekki hafa og mikinn háað í kringum herinn og NATO vegna þess að það myndi trufla það að flokkurinn geti verið í stjórnarsamstarfi. Og vildi verið í stjórnarsamstarfi við alla flokka, meðal annars flokka sem myndu aldrei samþykja að herri færi, sem að voru reyndar þá bæði Alþýðuflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn. Já. Þetta var svona, þetta var truflun á því og þetta tengdist ansi sterkt með í Reykjavíkurgöngunni, þar voru málshefendur fólk sem talaði bæði út frá þessum gömlu þjóðlegu nótum, svo Þóroddur Guðmundsson frá Sandi, hann hélt þarna ræðu og svo voru menn sem voru miklu róttakari eins og Vilborg Dagbjörnsdóttir og Jóhannes og Kötlum og sem eina sem ég man eftir úr þessum ræðum, þetta var haldið á 4 stöðum í Reykjavík og gengið milli staðum Reykjavík og menn gerði sér breiða á götum Reykjavíkur. Það var Jóhannes og Kötlum sem sagði sem hafði einhverjar áhyggjur af því að þetta væri að vera að tala að herstöðabaráttan væri búin að vera, hún væri dauð og þá sagði hann með sinni sterkur rödd meðan ein lítil kona stendur hérna upp á Skólavörðuholti og heldur á spjaldi sem stendur á Ísland og NATO herinn burt, þá stend ég með henni. Og þetta var svona, hann átti það til að koma fram með svona sterkar athugasemdir í sínum ræðum, Jóhannes. Þetta er svona vísun í það að maður er að standa með þeim sem er að berjast fyrir réttlætinu. Það sé eini sómasamlegi staðurinn. Já. Ekki undanráðsemi. En þú ert að segja að vera mismunur á afstöðinu til hermálsins, annars vegar svona þjóðlegri þættir sem er þá hvað að herinn sé eitthvað svona menningarleg mengun á Íslandi. Já. En síðan ferðu yfir hinn endan og þá er þetta orðið barátta gegn heimsvaldastefnu Bandaríkjanna. Já. Þetta satt að sé ekkert langt þarna á milli. Nei. Það vissi það allir að baráttan í Víetnam, hún byggðist líka á þessum forsendum þjóðlegra sammenningar
og hérna hún var það aftur, voru ekki bara kommunistar, þetta var miklu vítakara og það þannig að þetta var aldrei neinn, ég myndi ekki segja að þetta hefði orðið andstæða þannig, það getur vel verið að einhverjum hefði fundist of mikil áhersla á alþjóðamálin hjá okkur sko. En Þóroddur Guðmundsson sem var nú alveg greinir og svona handhafið þessara gömlu þjóðlegu stefnu, hann var í mjög góðu sambandi við okkur. Það rofnaði ekki samstæðan. Nei, en það var það fólki sem stakk upp á þessar göngu, kom til okkur nýr fylkingu. Þetta voru dæmigerðir herstaða andstæðingar af gamla skólanum, Skúli Thoroddsen og Drífa Viðar og svona og Oddný Guðmundsdóttir, hérna ekki það. Og þetta var svona dæmigert fólk sem þjóðlega skólanum. Já, og sem þráður í náttúruvernd á Íslandi og víða þessi svona titrandi smáblóm sem Íslandi sem verja það fyrir erlendi ásælni og akkurat, þetta sterkur þráður í íslenski pólitík. Já. Og þjóðarvitund myndi ég bara að segja. Já. En þegar þið farið út úr Tónabjó og þá það að kannski megin átökin ykkar eða megin óttin ykkar að Hannibalistarnir nái þar miklu völdum, en þeir fara út hinum megin, þannig að Já, þeir sko þeir voru búin að finna það út Einar og köllun á flokks eigendurnir. Þeir voru búin að finna það út að þeir voru það sterkir að þá munaði ekkert okkur. Já. Og hérna á þessum fundi sko. Og þó við færum út og Einar bað okkur nú að brjóta ekki allar brýra baki okkur. Hann svona hafði alveg skilning á því að það veri heppilegt fyrir að hafa okkur hérna, en við vorum ekki fjölmennur hópur sko. Sem fóru út? Nei. Við höfum ekki verið nema 20 manns sennilega eitthvað svoleiðis sko. Alla þetta kallaði fylkingu, það verið 20. Við vorum ekki, þetta var ekki öll fylkingin vegna þess að við fórum svo beint niður í þarna sem fylkingin var og þar sögðu menn við okkur, já, við sögðum ykkur þetta eru bara svikarar. Það voru svo margir þar sem að vildu, það voru þó nokkur sem vildu bara ekkert með Alþýðubandalag hafa að gera. Við hinnir vorum mjög margir inn á þeirri skoðun að við ættum að vera opnið fyrir það að starfa líka innan Alþýðubandalagsins, jafnvel eftir að það var stofnað sem flokkur. Þó við værum en það var svo lítill ágreiningur þetta sem í fylkingunni leyfðist mönnum svona ágreiningur. Það var ekki verið að reka menn fyrir það. En ágreiningur ykkar við Alþýðubandalagið að það þið viljið róttakari verkalýðsbaráttu, þið viljið meiri áherslu á baráttu gegn heimsvaldastefnu Bandaríkjanna. Já. Gætirðu talið upp svona hvað aðgreinir ykkur og Alþýðubandalagið á þessum tíma? Þegar stundu gerist það í svona ágreiningi. Ég held að þetta sé, sko, það sé þetta og það við erum farnir að tala þá stéttasamvinnustefnuna. Og erum að útskýra það sem sagt til hvers það leiðir og náttúrulega bendum að dæmin með Alþýðuflokkinn, hvernig hann hafi með stjórnarsamvinnu breyst í svona tæki kapitalistana til að halda launum niður hjá fólki og svo framvegis og svo þróun hélt svo bara áfram. Þannig að þetta eiginlega upprist gegn svona kratavæðingu hinna sósíalísku baráttu. Já. En þegar þið eru farnir út, að þá eiginlega allir hinum megin, það Alþýðubandalagið, Samtök krafsótta vinstrimanna, Alþýðuflokkurinn, meir og minna svona ólíkar útgáfur af kratisma, þó svo að séu kannski ólík afstaða til hermálsins, en þá það kannski afstaða sem að byggir á svona þjóðlegum grunni, frekar heldur en svona stjættarlegum eða heimsvaldastefnu. Það náttúrulega þegar svona þá spyr maður sig, var það rétt að allavega eftir á, var það rétt að gera þetta, var það rétt að ganga út með þessum hætti, var það rétt, vorum við ekki að glata því að geta haft áhrif á stefnu Alþýðubandalagsins.
En við ákvaðum þá að við skildum hætta þáttöku í þessum deilum skipulagsmál, bara leyfa þeim bara að vera eins og þeir vildu. En við skildum fara að vinna þeim verkefnum sem að ætlast til að sósíalískum flokki, sem eru svona, sem sósíalískur flokkur ætti að vinna að. Sem þá bara hagsmunabarátta almennings og verkefnisbarátta og fyrir utan hinn borgarlegu stjórnmál. Já, og svo náttúrulega hermálið og allt það og þetta var svona okkar þannig að við skildum bara þannig að sem ég segja að við höfum þá verið orðnir flokkur, við vildum samt ekki kalla okkur flokk og kölluðum okkar aldrei flokk þrátt fyrir margar svona ýmsar nafnbreytingar á okkar tímabili. Og þrátt fyrir að þið takið síðan þátt í borgarlegum stjórnmálum og byggðuð fram til þings? Við byggðum fram til þings, en það var nú, þegar við byggðum fram til þings, þá var það gert eiginlega á þeim forsendum að við værum að nota ræðustólinn til að koma okkur skoðunum á framfæri. Og svona, værum svona, en við fengum nú aðlega að fá atkvæði sem sennilega mönnum fannst þetta ekki vera, menn höfðu ekki almennt sér skilning á þessu, jafnvel þótt þeir hefðu samúð með fylkingunni, þá hefðu þeir ekki skilning á þessu að það væri þó skárra að kjósa Alþýðubandalagið og það geti þó hugsanlega komið eitthvað út úr því heldur en að kjósa það sem engin áhrif hefði eins og var orðað. En var þetta þá eiginlega svona eins konar uppgjör gegn svona, við getum kallað það borgarleg stjórnmál sem eru þessi lýðræðisvettvangur, alþingis og sveitarstjórna, eða höfðu þið bara aldrei þann styrk að geta stigið inn á þann vettvang? Við fórum ekki inn á þann vettvang, við hefðum kannski frekar átt möguleika á að vera kosnir í borgarstjórn en við fórum ekkert inn á þann vettvang, sko. Við fórum inn á þetta að við værum sko, okkur gekk vel á ýmsum sviðum, okkur gekk vel með alls konar baráttumálum, okkur tók að fylgja fólki okkur í kringum þessi heimsvallamál og allt þetta og þegar við byrjum sko rauð verkalýðseining fyrir síðan af stað 72 þá erum við búin að vera svolítið í sambandi við svona gamla róttæka verkalýðsforingja víðsvegar landið og vorum svona í nánu sambandi við þá nokkuð og förum svo á stað með, og það er gaman kannski að segja frá því að þegar rauð verkalýðseining við boðum það rauð eining 1. maí það var okkar slagorð, við skrifuðum mörgum samtökum, öllum þessum litlu samtökum sem voru þá byrjuð 72 svona, sem voru svona máistum og slíkum Kommunistaflokkurinn KSML Já, KSML og svona Við skrifum öllum þessum samtökum og þau kom á fund sko með okkur en líka sósíalistafélagi Reykjavíkur og það komu fulltrúar frá þeim á hana fund og þeir komu með það þið ekki að kalla þetta rauða eining 1. maí heldur rauð verkalýðseining gegn stéttasamvinnu stefnunni, það voru kjörorðið og við fjallumst allavega það því að þetta var í sjálfu sér alveg rökrétt hjá þeim þetta var svona og þetta rauð verkalýðseining eins og þetta var nú kalla bara rauð verkalýðseining en hún var bara mjög sterk á götumóti og við gengum yfir þetta á eftir aðalgöngunni. Það voru nú nokkri flokkar, maður gæti valið eiginlega. Já, svo kommunistsamtökin, þau gengur líka svona. Það vísu gengur fyrst. Ég minna að þið hefur oftast verið aftast, sko. Við vorum aftast. Það var alltaf skemmtilegast að í göngunni. Við vorum alltaf aftast og þeir, en kommunistsamtökin þau gengur öfuga göngum manni fyrst. Þau gengur frá slipnum minni mig, eða eitthvað svoleiðis. Og austur eftir bænum, svona.
En svo fóru þeir að vera líka þarna bara við hliðina á okkur og þannig kannski fyrir aftan okkur eða svona, hvernig sem það nú var. Svo ekkert voru rauðsokkur í þessu leikungu? Svo fara rauðsokkurnar að koma inn í þetta líka og það er sem sagt fara að vera áberandi þarna í þessari göngu og þetta var við héldum alltaf framan af allavega sérfund. Það haldið gjarna við miðbæjarskólan eða annars þar svona meðan aðalgangarnu hélt fund á Lækjartorgi. Þá gengum við út af miðbæjarskólanum og sem var nú gamall fundarstaður svona sósíalista á þeim stað og það var oft, þessir fundir voru oft mjög góðir og hérna við fengum marga til liðs fyrir okkur. Ég man eftir við fengum til liðs fyrir okkur Frakka sem kom sem að talaði það sem var að gerast í Frakklandi á þeim tíma. Þá vorum við þeir einmitt í Frakklandi að það var svona í framhaldi af 68 uppreisnarinnar í París og allt það. Nokkrum árum seinna þá tóku þeir yfir fyrirtæki í Frakklandi og bara verkafólki sjálft tóku yfir fyrirtæki eins og ég man þetta Lipp úrverksmiðjunum, ég held að hann hafi verið frá þeim þessi maður sem kom hingað og hérna hann hélt mjög góða ræðu þarna út við miðbæjarskólann, mjög eftirminnilega og sem var þýdd. Þetta hún hafi örugglega verið þýdd, ég vona það. Þú varst að segja áðan að menn hefðu velt fyrir sig hvort það hefðu verið rétt eða ránt að ganga út. Já. Og þá höfstu líklega að vísa þess að menn að velta fyrir sér árangurinn. Því að fylkingi var hluti af því sem að stundum kallað vilda vinstrið. Hvernig finnst þér það svo nafngift? Er hæðni í þessu að kalla þetta tímabil? Nei, mér finnst það ekki vera. Ég sko, vilda vinstrið, það þegar þetta var nú gengið yfir og þessi samtök voru nú svona hætt að virka sem í kringu 1980, svona upp 1980 þá fer þetta fólk rennur þetta fólk átti saman á ýmsum stöðum. Þú sást nú bara hérna í þætti sem var bara hér á Samstöðinni nýlega, Útvarpi Rót, þar kemur Sofía Sigurðardóttir, sko, hún var mikil samstarfskona og hérna þó held ekki beint áfram í vilda vinstri núna, hún tók einhvern veginn afstöðu smá saman með samfylkingunni og var þeim megin, en hún hefur alltaf verið hún var alltaf til í allt svona á vinstri kantinum, sko. Já, ég til dæmis Útvarpi Rót sem hvað 84, 85, 86 ekstra á þessu tímabili að þá hittast menn aftur maóistar og trotskíistar og fara að vinna ýmsum málum saman. Já, við fylkingin hún 1984 líklega í februar eða janúar þá hafði verið uppi ágreiningurinn af fylkinginnar hvernig við ættum að starfa. Ágreiningurinn var það hvort við ættum að einbeita okkur af flokksuppbyggingu og vera semst á kafi í því að móta pólitíkina fyrir flokkinn sem ætti að taka við sem sterkur flokkur og okkur hinna sem vorum að gamla skólanum sem að vorum svona grasrótar fólk en þá við höfum ekki, það hefði ekkert verið náð úr okkur. Svona 68 stemming. Já, 68. Á meðan að hinir vildu byggja upp svona hálf svona leninískan flokk sem að gæti náð völdum í verkalýðshreyfingunni og síðan á. Þeir kölluðu það leniníska flokk mér að segja. Og við vorum svo sem ekkert á móti að vera byggður upp leninísku flokkur en við höfum bara trú á því að fyrst væri að við vildum bara sinna þessum málum. Þetta komu mörg mál upp á þessu tímabili. Það var til dæmis Mið-Ameríkunefndin eða Nicaragua og Vietnam málin voru fram eftir þessu tímabili
sko mjög mikið á döfinni og menn flokksuppbyggingar mennirnir þeir vildi ekki að við værum í svona stússi nema með samþykki flokksins við áttum að vera fulltrúa flokksins það var ekkert haft að mótið beinnis við værum í þessu en við erum að vera þar sem fulltrúa flokksins og hérna en það var þetta menn bara fóru sína leið sumir voru reknir á þessum árum og fyrir þetta og hérna aðrir héldu áfram með hangandi haus mörguleiti. Ég var alltaf formaður þeir menn einhvern veginn treystu sér ekki til þess að losa sig við mig sem formann en það voru orðnir raunverulega menn sem voru kannski orðnir miklu áhrifameiri á þeim tíma heldur en ég í samtökunum. Þá er þetta að tala menn eins og Má Guðmundsson sem að síðan var seðlabankastjóri, Pétur Tyrfingsson. Já, akkurat. Þeir voru kannski aðalforingjarnir orðnir í flokk. Sem að vildu byggja upp flokk sem að reyndi að ná ítökum inn í verkalýðshreyfingunni og byggja upp svona gætum eiginlega þú sagðir gömlu og klassísku að það málega að fara aftur fyrir 68 og finna fyrirmyndina af því sem að þeir voru að reyna að gera sem að þá kannski klassískari uppbygging á kommunískum, sósíalískum flokki fyrir miðja síðustu öld. Já, þetta var til meðal fylkingamanna þessar hugsanir voru til meðal fylkingamanna í gömlu fylkingunni það ægði öllu saman í fylkingunni þegar ég var að byrja þarna 68. Ég byrja 67 þegar ég að byrja þarna. Þá ægir öllu saman þarna því að hérna það voru nokkur sem voru í þessu í gamla kommunistaflokks draumunum og það voru trottar eins og Gísli Gunnarsson sem var mikill vinur minn og sem gekk nú strax yfir samt fór aðra leið en var alltaf með okkur svona ef eitthvað þurfti að gera og hérna en síðan koma þetta kemur rosalega mikið sko þetta kemur rosalega mikið frá Norðurlöndunum svona upp úr 70 fara að koma þessi fulltrúar þessara samtaka á Norðurlöndunum sem voru þá fyrir að myndast eins og KSML kemur frá Svíþjóð minnum mig. Og EKML frá Oslo og þannig eru bara hvar fólk var að læra og það kemur heim með þeir komu sterkir hópar og hérna komu sér fyrir og hérna þetta voru svona það má segja í fylkinguna hafði svona framan að þessu öllu saman ægt saman en þetta var hjá í fylkingunum var þetta sem hluti af gerjunarpotti ég myndi segja sko gerjunarpotti svona sósíalískra hugmynda og þetta var kannski allt til þarna hjá okkur og menn þetta var bara hluti af umræðinni við urðum aldrei kannski var það þess vegna sem við vildum aldrei okkur fannst aldrei rétt að kalla okkur flokk því að við urðum aldrei svona stakir sko flokksmenn, hvað maður segja. Kannski hefði það ekki verið hægt því að ef að þú hefur alltaf að móta flokka þá hefði hann einhvern veginn splundrast þá hefði ekki þessi svona reglífa samtök róttæksfólks hangið saman. Nei, við svona 68 þá þetta er náttúrulega rosalega atburðir sem að gerast þá innrásin í Tékkó og þetta var áfall fyrir marga sósíalista eitt af þessu stóru áföllum sem að sósíalistar verða fyrir þó þeir hafa ekkert verið neitt miklu rússasinnar þá var þetta samt sem áður áfall og hérna og við höfðum lýst yfir á svona fundi, við héldum fundi það var, sko, fylkingunum var stjórnað mjög mikið af hennu virku og haldið bara fundir og þar voru teknar mjög miklar ákvarðanir. Yfirleitt voru einhverjir úr miðstjórn fylkingarnar á þessum fundum
og svo sem alltaf og þeir eru kannski höfðu áhrif en ákvarðanir eru teknar þar og það er tekin ákvarðan það á svona fundi að ef að meðan Dubček var og við höfðum svolítið að trúa Dubček að meðan hann að ef hann brotin að baka aftur með rússneskri innrás því að það kom alveg ljós að það gæti alveg verið að rússneskri íhlutun þeir voru náttúrulega með hér í landinu ef það brotið aftur þannig þá myndum við slíta öllu sambandi við komsomol rússneska æskulýðssamtökin við höfum verið tengt þeim áður að vísa ekkert mjög sterklega eða mjög virkt en við vorum formlega tengt þeim einhvern veginn og fengur það líklega arf bara frá kommunistaflokknum í kennum sósíalistaflokkin já og það við myndum slíta öllu slíku samstarfi og þegar innrásin svo gerð samdægur þá þessu bara slitið við stóðum alveg við það og hérna það var svolítið óunægja meðal okkar það en þetta var svona þetta var allavega þarna slitnuðu þau litlu tengslum hafði verið og hérna þannig að við erum líka sjálfstæð gagnvart þeim. En síðan gangið þið inn í ekki fjórða alþjóðasambandið trotskista, verðið bara hluti af trotskistur hreyfingu og við vorum í dýragættinni. Það voru sko á fylkingin aðal trottarnir í fylkingunni skiptust í 2 hópa. Það var fjórða alþjóðasambandshópurinn sem var tiltölulega sterkur og kannski skírskotað til flestra í fylkingunni og síðan Socialist Workers Party hópur sem að tengdist Bandaríkjunum. Þar var maður eins og Gylfi Páll Hersir og fleiri sem að tengdust vildu tengjast frekar þaðan og voru með þannig pólitík. Þetta var alltaf mikill ágreiningur hann á milli en allavega að ég held að við höfum gengið ég bara ekki alveg öruggur á þessu hvort við gengum í fjórða alþjóðasambandið en allavega við stóðum mjög nálægt því. En þú, á þessum árum, varstu kommunisti? Varstu trotskiisti? Varstu sósíalisti? Hvað myndur þú kalla Ragnar Stefánsson 1972? Ég myndi helst kalla mig byltingarsinnaðan sósíalista. Og ég var nú ekkert móðgæður þó ég kallaði kommunisti, en það var helst eitthvað svoleið sem ég var í þá áttina sem að ég myndi vilja kalla mig. Og en þó ég hefði hrifist af mörgu hjá Trotski, þá gerðist ég aldrei trotskiist í þessari merkingu að ég myndi vilja ganga í og fara að starfa innan fjórða alþjóðasambandsins. En það var nú... Var það svona grasrótarmaðurinn sem að vildi ekki svona ganga inn á okkur ákveðna línu eða hvað, eða var það eitthvað hjá Trotski sem að þeir líkaði ekki? Nei, mér líka nú satt að segja mjög vel við flest sem ég hafði lesið og kynnt mér af því sem hann skrifaði. Og mér fannst bara að þessi flokkur sem hefði myndast, hann væri ekki raunverulegur verkalýðs baráttuflokkur. Þetta væri svona menntamenn sem mér var ekkit illa við sem voru bárið þetta uppi og sem eru svo kallar sófakomar, eða ekki? Jú, það var ég svona, mér fannst einhvern veginn að ég ímyndiði mér að það væri miklu eðlilegra að fylkingin sem flokkur myndi byggjast upp úr þeirri reynslu og þeim tengslum sem hún hafði alltaf haft þó hún hefði ekki náð miklu kjörfylgi í kosningunum sem hún fór út í þá ætti hún hug og hjörtu mjög margra, ekki sístur verkalýðsstétt og það kom nú fram þegar við fórum að starfa á ýmsum stöðum líka eftir, við fórum nú
ég tók nú mjög mikið þátt í BSRB-verkfallinu 84 og þá fann maður þetta mjög glöggt og hvað við áttum raunverulega mikinn hljómgrunn og þó að menn hafi ekki alveg viljað treysta okkur og ég held að ég hefði mjög skýra hugmynd þetta að ég frekar vilja treysta á það þó ég væri alþjóðasinni að treysta á að uppbygging kæmi héðan frá og Og það sé bara þetta að gera innan úr verkalýðsbaráttu. Já, ég taldi það yrði langt mikilvægast og þó að við værum líka mjög inn á því að við yrðum að vera alþjóðasinnaðir, við yrðum að vera við yrðum að vera tilbúnir að styðja baráttu annars staðar í heiminum eins og hefur verið í Víetnamstríðinu eins og núna hefur verið í sambandi við Palestínu og allt svona. Þetta kannski það sem í augnablikinu hrífur líka sérstaklega ungt fólk. Það náttúrulega geta menn verið róttækir alls að lendi beinins inn í samfélaginu en ég hafði miklu meiri trú á því að grunnurinn hlýtur að vera verkalýðsbarátta. Ragnar, þú veist að tala hann að hvort það hefði átt að kljúfa eða ekki og það er eitt svona, maður gæti sagt að það væri eitt af undrum íslenska stjórnmála að miða við orkuna í kringum villta vinstrið og svona þær hreyfingar sem að hún byggði á arfleiðin frá 68 þá er það eiginlega sá farvegur sem að fer í gegnum villta vinstrið, hann hefur eiginlega sáralítil áhrif á svona stofnanaflokkana, Alþýðubandalagið og Alþýðuflokkin eða verkalýðshreyfinguna. Því að kannski þú komin til 1980 að þá er eiginlega bara nýfrjálshyggjan að fara að vinna og þá er stéttasamvinnan sem að þið genguð gegn 1. maí, hún er eiginlega sigra ASÍ löngu fyrir þjóðarsáttasamningana og að sömuleyti verður til næstu eins og hægri bylgjur inn í Alþýðuflokknum. Ég held að Vilmundur og félagar verði að það er ekki klofningur til vinstri eins og vanalega var. Vanalega, þá er eiginlega saga sú er að sko forustan færi sig til hægri og þeir sem eru sósíalistanir þólaði ekki og stofna kommunistaflokkin, stofna sósíalistaflokkin, stofna Alþýðubandalagið, klofningu til vinstri. En þegar við komum á þennan tíma þá má fara að merkja klofning sko í þessar hreyfingu til hægri og sömuleyti er bara ekkert langt þangað til að þessi flokkar, þessi stofnana vinstri flokkar taka eiginlega upp orðfæri nýfrjálshyggjunar. Þannig þá er spurningin, af hverju hafið þið villta vinstrið ekki meiri áhrif? Spyr ég hérna úr framtíðinni. Ég held að villta vinstrið hafi áhrif hafi haft áhrif og hafi það ennþá. Það er bara eftir að koma í ljós. Og ég held að þegar maður horfir á heiminn eins og hann er í dag þá er slík stefna, sósíalísk stefna samhjálp og samtryggingu, stefna sem er andstæð láglauna svona kröfum láglaun, kröfum atvinnuleysi til þess að reka þetta samfélag, að þetta er eitthvað sem að ég held að eigi eftir að láta í minni pokan. Þessi afturhald sem er núna uppi og ég held að ég bara dreg þetta af ýmsu og mér finnst að sko stóru málin sem hafa orðið það er eflingabaráttan sem nær alveg ótrúlegri fótfestu og ótrúlegum skilningi sko auðvitað er þetta mikið kannski fólk sem að við þekktum ekki áður, þetta er útlendingar þetta er mikið sem er í þessu og svoleiðis en mér finnst að mér sýnist að verkakallar
hérna mölunni allavega hér, þeir standi líka í þessu, standi vel. Og ég held líka að það sem að gerast út í heimi núna eins og í Palestínu, það er alltaf að gerast hlutir núna sem segja okkur við verðum að berjast fyrir einhvers konar sósíalisma. Fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir hvernig hann á að vera og hvernig á að gera það, en það er eitthvað sem að verður að tengja okkur saman og það er til dæmis bara þessi einfalda krafa að það sé lifandi að lægstu launum, að það var grunnurinn, ekki þetta hvað atvinnurekendum finnist hæfileg laun, heldur bara þetta að menn fái nóg til þess að geti lifa sæmilegu lífi af laununum sínum. Það er bara krafa sem að verða sterkari og sterkari. Þegar fyrir svona nokkrum áratugum þá töluðu hagfræðingar spaklega það að hæfilegt atvinnuleysi, það var eitthvað sem væri mjög heppilegt fyrir efnahagslífið og þetta var bara algengt og ég spurði hvað meinið með hæfilegu atvinnuleysi? Já, það er svona 4% og þeir þóttust hafa rök fyrir því að þetta væri, þetta held ég að fólk í verkalýðsstétt það taki minna og minna undir þetta. Allavega finn ég það hér á Íslandi, en ekkert ölverða með atvinnuleysisbótum þá sé hægt að breyta þessu. Ég held bara að fólk á atvinnuleysisbótum verða aldrei sterkir liðsmenn fyrir breyttum heimi og betri heimi. Það er náttúrulega líklega þannig að við trúum því báðir að ef almenningi haldið niðri þá rís hann upp og það er kannski það sem við erum að sjá að það er svona meiri róttækni ekki bara hér heldur annars staðar. Það er sumliti afleiðing af því að það er verið að slíta réttindi og völd af almenningi og það rís upp. Við erum bjartsýnir. Það sem ég var að spyrja þetta tímabil að þegar þú horfir tilbaka á hefði þetta geta farið einhvern veginn öðruvísi eða láða bara fyrir að nýfrjálshyggjan væri að fara að leggja undir sig, ekki bara vandamáli var kannski ekki að hann legði undir sig valöld, vandamáli var að hann legði undir sig verkalýðshreyfinguna og þá flokka sem áttu rætur í verkalýðsbaráttu síðustu aldar. Ég held að við höfum verið í fylkingunni þegar menn voru sem duglegastir og ákafastir þá hefði menn séð aldrei fram á eiginlega beina braut til sósíalískrar byltingar. Ekki kannski endilega í nánd, en svona til lengri tíma litið. Og menn voru sennilega ofur bjartsýnir á að þetta myndi gerast. Og áttu við að svona eins og tíminn væri með ykkur bara. Já, þetta væri bara, við værum á en síðan kemur tími þar sem eiginlega tíminn er á móti ykkur, Síðan kemur sá tími og hvort að við hefum geta breytt því, ég veit það ekki, en við allavega svona sem einstaklingar þá hefum við nú reynt að breyta því og reynt að hafa áhrif þó við værum hætt og þó við værum ekki í þessum flokkum eða þessi flokka væri ekki til fyrir okkur allavega þá er svona ég held að meðan flokkarnir verði ekki virkir fjöldaflokkar þá geti árangurinn verið miklu betri utan þeirra vegna þess að ég svona ég segi ekki ég hef illan bifur á flokkum en það er Þú er ekki góða reynslaðum? Nei, ég hef ekki nógu góða reynslaðum og það er eins og þetta verður valdakerfi þar sem hver svíkur annan eftir því sem að passar hverju sinni og
grasrótarhreyfingin, hún er svo gjörólík. Hún er svona, menn vita alltaf hver af öðrum, menn eru alltaf í sambandi, menn það skapa svona sterk vináttu tengsl sem eru svona mikilvæg held ég og það er svona, en ég er svona, ég er engin spámaður þessu leiti en ég svona óttast kannski þetta að kannski við gætum mynda flokk sem að gæti tamið sér mikla virkni, mikla hérna og mikið stöðut lýðræði og eins og fyrir mér, ég lýsi þetta nú þess að kannski pínlítið að nýja sér í bók. Byltingin að mínu viti, hún byrjar hér og nú. Hún byrjar með afstöðu okkar í fjölda mála og hún felst í því að við tökum afstöðu sem við gefum ekki eftir á. Við segjum ekki við kapitalistana að hérna við skulum bara hætta við þetta að sameinast þessu. Við förum út í kaupgjaldsbaráttu og einhvern tímann gefumst við kannski upp í kaupgjaldsbaráttunni en við látum ekki af skoðunum okkar og við höldum áfram og þannig að ég held að og annað við byggjum upp innviði hins nýja samfélags. Það var náttúrulega eitt sem við sáum í uppbyggingu þessara samfélaga sem hafa verið talin sósíalísk eins og Sovétríkjanna og Kúbu og Kína og svo framvegis að það sem við höfum lært af þeim er það að þau voru kannski svolítið að snemma í því. Þau voru ekki búin að byggja upp innviði hins nýja samfélags. Tóku innviði einræðisstjórna og keisaradæma og það gæti ekki farið vel. Við verðum að byggja upp innviði þessa nýja samfélag sem við ætlum að koma okkur upp. Við verðum að byggja þá upp innan þessa kerfis og gera þessa innviði að sjálfstæðu afli. Það kannski er hægt að búa til úr því góða flokka. En að því að vera að tala um árangurinn af Vilda Vinstrinu að því að þú talaður verkalýðsbaráttuna sem var á áratugunum á eftir sem var kemur tímabil sem eiginlega verkalýðsbaráttan leidd af opinberum starfsmönnum að þar voru margir í forystu sem áttu uppruna sinn í Vilda Vinstrinu og höfðu mótandi áhrif á verkalýðsbaráttu og opinbera starfsmanna tvo síðustu hluta síðustu aldar. Þannig að þau áhrif, ég var bara að spyrja svona þessi formlegu áhrif á þessar stofnanir sem eru gömlu flokkarnir og verkalýðshreyfingin. Ég man þegar að stundum undra með að segja á því hversu lítileg voru eða hversu lítileg vilji var til dæmis hjá verkalýðshreyfingunni eða gömlu flokkunum að taka inn róttakara fólk bara sér til endurnæringar. Þeir voru bara ekki hrifnir af því. En það ég man bara eftir því þegar við vorum fyrir utan Háskóla Íslands og stóðum bara með, það voru aðalega kennslukonur, kennarar. Ég var fengið til að fara þangað því ég var nú talin einna vanastur að standa í svona til að vera svona einhver foringi þarna á tröppunum. Og þá man ég til við heldum nú töluðum svolítið þarna og stoppuðum allavega umferð þarna og þá heyrði ég þetta að þær sögðu þetta er bara eins og 68 þeim fannst að það var að upplifa á nýjan leik 68 þá kannski höfðu þær ekkert verið með 68 en bara heyrt og séð þetta og svona, verið svona fullar af svona rómatískri hrifningu á þessu hlutum, en þeim fannst að þær væru orðnar 68. En það full ástæða til að vera með rómatíska sín á þann tíma, það var ekki bara uppreisn æskunnar, það var uppreisn verkafólks og stúdenta og samkynhneigðra og kvenna, þetta var mikil svona lýðræðisbylgja sem að gekk Vesturlönd sem að einhver leyti hefur verið tamin. Ég held að þessi bylgja hafi einhver leyti verið tamin en ekki öllu leyti, eins og allir vita. Þá er þetta
þó að það ég held að öll þróun þróun gengur ekki svona sem beinlína, hún gengur svona sem upp og niður lína. Herðu Ragnar, takk fyrir að koma hingað og ég vek athygli á þessari bók sem að þú gafst fyrir nokkrum árum. Þú gafst nú bók í fyrra, ekki, fræðigreinina, jarðskjálfta? Já, það var bara jarðskjálfta. Þetta er meira þig og svolítið mikið pólitíkina og allir sem hafa áhuga á róttækri sósíalískri baráttu ættu að kynna sér þessa bók. Já, ég er mjög inn á því. Hún er mér sagt sé bara skemmtileg. Já, þannig að þeir sem áhuga á því að þetta samtal er til í betra formi og ítarlegra í þessari bók í öllum betri bókabúðum. En Ragnar, takk kærlega fyrir komuna í kvöld. Já, þetta var samtal sem ég átti við Ragnar fylkingun á sínu tíma en var náttúrulega mest hvernig hann leita á baráttuna og hvernig hann háði hana á sínu tíma. Eftir að fylkingin hætti og Ragnar hætti afskiptum af henni, þá tók hann þátt í því ásamt öðrum að stofna útvarp Rót sem var áhugaverð tilraun til þess að búa til svona alþjóðútvarp þar sem að ólíkt fólk með ólík viðhorf gat haft aðgengi að mikrofóninum og útvarpinu. Þetta var á tímum þess þegar það var búið að aflétta ríkiseinangrunni á útvarpsrekstri og alls konar fólk fór að reka útvarp og Ragnar tók þátt í því að búa til eitthvað svona annars konar útvarp, ekki auglýsingaútvarp eins og Bylgjan og Stjarnan og FM og þær útvarpsstöðvar urðu heldur annars konar útvarp. Hann kom hingað með fólki sem að líka tók þátt í útvarpi Rót, Soffíu Sigurðardóttur og Jóni Helga Þórarinssyni og ég legg forvitni á að vita svona tildrögin og hvernig hafi gengið að reka útvarp Rót. Ég ætla að hafa þetta með vegna þess að mér finnst þetta fallegt viðtal og sérstaklega hvernig Ragnar er í því, hvað hann er rausnarlegur og hvað hann gefur öðrum viðmælendum mínum mikið rými og er látlaus og já, bara fallegur maður. Gjör svo vel og þetta er seinni hlutin af svona örlítillu upprifjun Ragnar Stefánsson að því tilefni að hann var jarðsunginn núna í vikunni. Verið ykkur góða. Já, þá er komið að því að, við getum kallað það sögustund. Við ætlum að rifja upp hérna á svona næstu vikum horfna fjölmiðla og meira þess að horfin stjórnmálaöfl og fleira. Og vegna þess að sagan skiptir máli, við getum bæði lært af henni og svo gefur hún okkur innblástur. Og núna ætlum við að fjalla stórmerkilegt fyrirbrigði sem er útvarp Rót. Og til að segja mér frá því eru hingað komið gott fólk sem að tengdist útvarpi Rót. Það er Ragnar Stefánsson, velkomin, Soffía Sigurðardóttir og Jón Helgi Þórarinsson. Hérna, nú verðum við að tala eins og hlustendur bara viti ekki hvað útvarp Rót er, þannig ég er bara að verða að byrja þar. Hvað var útvarp Rót? Sko við hugmyndin útvarpsstöð, svona þjóðfélagslega útvarpsstöð, hún kom upp í félagi sem margir þekkja nú ekki, sem hét Vinstri Grænir. Vinstri Grænir var stofnað svona 80... Vinstri Sósíalistar. Vinstri Sósíalistar. Þetta var stór feil. Vinstri Sósíalistar. Þetta var stofnað svona 85 kannski. Og þá vorum við hérna orðin svolítið utangátt að manneskins og ég og Soffía til dæmis að það var búið að leggja hérna niður þau samtök sem við höfum nú barist með lengi. Fylkinguna sem að fjarar út svona 84 já, þá göngum við hérna allt róttæka gamla liðið duglega, gekk það út og fræðimennir voru einir eftir og þá dugði þetta ekkert mjög lengi hérst ekkert mjög lengi uppi. En við erum svolítið utangátta og ég man eftir því að ég hitti einmitt Soffíu inn í Miklagarði og 85 líklega og við fórum að tala þetta er ómögulegt að við sem höfum verið svona rosalega virk í pólitík og öllu að nú höfum við engan vettvang lengur og við fórum mjög fljótlega út í það að stofna Vinstri Sósíalista. Og þetta var bara heilmikil umræða
framtíð sósíalískar hreyfingar og hvernig þetta berjast og stefnumótun svona í 1-2 ár hjá vinstri sósíalistum. Og eitt það mikilvægasta sem kemur fram þar er þessi hugmyndum, ég held að hann hafi hugmyndir hafi byrjað strax árið 85 sem hún komst á dagskrá að mynda útvarpsstöð og 86 á 1. maí fundi eða fundi 1. maí, almennu fundi vinstri sósíalistar samtakana í Hótel Borg á 1. maí þá haldið erindi þar sem að lagðar eru línurnar fyrir þetta nýja útvarp. Og þetta á þeim tíma þegar útvarpsstöðvar eru að verða til. Já. Það 84 verkvallið sem að upp úr því verða til það sem kallað frjálsar útvarpsstöðvar. Já. Við ætlum að notfæra okkur þetta og við höfum náttúrulega tekið þátt í blaðútgáfu áður við þessi af eldri kynslóðinni hér og við vorum að pæla því hvernig við heldum áfram og þetta var náttúrulega upplagt að nota útvarp í það frekar heldur en prentuð blöð fannst okkur og það hafist handa og bara á seinni part ársins 86 þá þetta bara undirbúið með miklum tilþrifum menn innréttuðu hljóðver sem var bara mjög vel hljóð einangrað eins og okkur fannst nú aðalmálið vera á þessum tíma og gera þetta vel og þetta var hugsað til framtíðar og það nú kannski best að ég haldi ekkert voðalega mikið áfram en hugmyndin nú þó að við séum sósíalistar sem að stöndum að þessu og vinstri sósíalistar þá þóttust við sjá fram á það að við gætum ekki svona útvarpsstöð, hún þyrfti að vera opin bara fyrir grasrótina, alla áhuga sama, alla sem vildu eitthvað gera, þú veist, og komast eitthvað áfram í samfélagslegri umræðu og svo framvegis og við þurfum að fá þetta fólk með okkur og við myndum alltaf fá tækifæri til að segja okkar skoðanir þarna líka, þannig þetta var nú svona, þetta var nú kannski ekki dýpri hugsun heldur en þetta. Já, þetta var mjög merkilegt, sko. Ég náttúrulega þekkti ykkur ekkert áður en þetta byrjaði, sko. Og ég hafði eitthvað verið að þvælast, ég hafði eitthvað verið að þvælast inn á skrifstofu herstöðanstæðinga að sleikja ykkur umslög og eitthvað og hjálpa til. Og þau voru þarna einmitt í Mjölnisholtinu, sömu hæð þarna, þannig að ég sá hvað, það var eitthvað að gerast þarna og lendi svo inn á einhverjum fundi. Það sem verið að kynna þessa hugmyndu eitthvað. Og þetta rétt eftir að útvarp gefið frjálst hérna, það náttúrulega ekki verið. Og það sem var svo magnað voru einmitt þetta þess að segir að sko útvarpið átt að taka móti öllum sem vildi komast í útvarpið, öllum félagasamtökum. Það voru tæplega á tímabili tæplega 40 mismunandi félagasamtök með útvarpsþætti þarna, annarkvort vikulega eða oft í viku eða annarkvora viku eða eitthvað, sko. Það var bara svona stundaskrá, sko. Já. Og eins og hvaða félagasamtök svo maður? Það var ekki verkalýðsfélög. Jú, líka, sko. Landsbyggðarsamtök, það voru flest öll trúarsamtök, það voru öll ungliðafélög í pólitík nema náttúrulega sjálfstæðisfólkið og það voru esperantistar og það voru bara alls konar fólk, það voru náttúrulega herstöðanstæðingar og vinstrisósíalistar og svo voru líka sko svona sérstakir áhugamenn sérstaka músík eins og Siggi Gramminu var hana með þætti og Dr. Gunni var með þætti. Kalli Kanína. Já, það voru alls konar músíkaktivistar. Já, og anarkistar voru þarna og homar og lesbíur, já, og já, bara name it. Það var, ef þú varst í ykkur félagasamtöngum þá varstu sennilega þarna inni á þessum tíma, sko. Sem var alveg sem að mér fannst svo magnað, sko. Það var enda líka alveg maður. En Sofía, þú kemur úr Villta vinstrinu eins og Ragnar. Já. Varstu í fylkingunni eða? Nei, ég var sko á Maóista línunni. Já.
og það má eiginlega segja sko að eins og þetta með þessi félagskapi vinstri sósíalista, hann verður svolítið bara til þegar þetta fólk fer að finna í staðan fyrir að finna það sem aðgrindi þá og að finna það sem sameinaði þá sko. Þannig að það sem voru svona sameiginlegi þræðir og sem alltaf héldu þó að ýmislegt gengi á annað. En útvarpið var aldrei hugsað sem sko bara sósíalískt útvarpið eða eitthvað svoleiðis, heldur bara að gefa fólki færi að koma sínu skoðanum á framfæri þó að við væri sko annarkvæmt hefur engan áhuga á þeim eða var algjörlega mótfalliðum. Þannig að þetta var raunverulega risastór þjóðarsál. Já, gátu allir komið og tjá sig. Og þarna komu smám saman inn alls konar hópar en það þurfti ekki stundum að gæta þess í dagskráni þegar eins og Jón Helgi var að segja það var bara svona stundaskrá klukkan þetta þessi og þessi og þessi að það voru ekki allir sem að vildu vera hvorki í frumflutningi eða endurflutningi, flesti þætti voru endurteknar einu sinni, það voru frumflutur ákveðin tíma og voru endurteknir svo einhverjum öðrum tíma í vikunni. Það voru ekki allir sem voru tilbúinir að vera næst við hlýðan á samtökunni 78 sem dæmi sko. Og þarna var lífskoðunarfélag sem að minnir að við heiti Lífsvernd. Hulda Jensdóttir sem er fæðingarheimili Reykjavíkur var þarna. Þeir voru mjög móti fóstureyðingum og bara svona fyrir lífsvernd og ýmsu og þarna komu trúarhópar, þarna voru mormónar, þarna voru bahæjar og það var fyndið með fyrirgeð það var fyndið með þetta akkur svona sérstaklega þessar minni trúarsamtök sko að við þrjú sem vorum að vinna þarna að við vorum sko endalaust að verða að reyna að frelsa okkur sko á alla mögulega ráttir sko og bjóða okkur heim í einhverja middaga og messur sko og þetta var mun erfiðar en öll önnur félagasamtök sko að verjast þessu. En þessi hugmynd en við vorum alveg gjörsamlega algjöru trúleysingja sem voru þarna og við náðum því meira að vera kærð fyrir guðlast. Já, við erum síðasta fólkið í Íslandi sem var kært fyrir guðlast. Og hver var sökin? Það var sko, ég held að það verið 1988 frekar en 9 að þá ber sko 1. apríl upp á föstudaginn langa. Og ég maður við sátum þannig kringum útsendingaborði og voru að spá við þurftum að vera með sko aprílgapp eins og allir aðrir fjölmiðlar sem vilja vera eitthvað sko. En það þurfti þá náttúrulega að hafa einhverja meiningu. Þannig að og mér hefur alltaf fundist að skrítið að fólk bara að tilbyðja þetta pyntingatól krossin. Þannig að það var búin til frétt menn sem fornleifafræðinga í Jerúsalem sem hefðu verið að grafa heilmikið þarna og Golgata þarna í einhver ár og höfðu komist að því að Jesú hafi ekkert verið krossfestur heldur var hann hengdur og nú væru steinsmiður út allan heim að skipta út sem sagt krossum fyrir gálga fyrir páska já, einmitt og í tilefni dagsins að þá ætlaði sko þó að væri sko föstudaginn langi þá ætlaði Georg Jensen hann var opið til klukkan 3 og þeir sem kemur með krossin sinna þeir geta fengið lítinn gálga í staðinn. Hver kerði þetta? Það fór allt á hliðina sko. Hver kerði þetta? Við kerðum þetta bara. Hver kerði þetta? Kerði þetta? Ég veit ekki hver kerði það en það við fengum að það bara saksónari sem byrti ykkur ákæru? Nei, við fengum ekki ákæru sko, það kom kæra og þannig að þetta náttúrulega föstudaginn langa og fjölmiðlar svolítið öðruvísi það næstu blöð komið bara út eftir páska og eitthvað og þá er talað við Þóri Stefánsson dómkirkjuprest sem var náttúrulega afskaplega sleginn yfir þessum óskunda og við fengum að alveg heyra það að þetta jafnast á við það að, sko, að ráðast inn í kirkjugarða nóttu til og brjóta legstinn og krossa og það var að því hann var bara að tala við hann og við fengum alvarlegt tiltal og þetta var kært, ég veit ekki hvort það var hann sem að kærði það eða ekki og
og útvarpsréttarnefnd náttúrulega alveg fölnaði yfir þessum óskupum að skildi vera fram með guðlasta því að útvarpsréttarnefnd var sett til að fót þegar útvarps var gefið frjálst til þess að það væri hægt að gæta náttúrulega fullara siðsemi í svona málfrelsi og við vorum kölluð bæði fyrir útvarpsréttarnefnd og síðan fór Jón Helgi, fannst ekki þú sem fórst á fund biskups? Það er nefnilega sko, sá sem var biskup þá, hann hafði kent mér sko kristinfræði í barnaskóla og verið heima hjá mér og skýrt sískinni mín og svona, þannig að ég þekkt hann svona aðeins, Pétur Sigurgeirsson. Og og þegar við fengum að heyra það að þetta að loka útvarpinu fyrir þetta, þá fór hann að tala við hann sko. Að og ég man ekki komið inn til þess og hann vissi nákvæmlega hverju ég var þarna sko, en lét mér nú samt segja sér alveg hvað þetta væri og ég sagði nú bara þessa sögu á krossinum og galganum að þetta hefði nú verið svolítið svona áttu bara að minna fólk á það hvað það væri að bera hálsinn sko. Gálgahúmor. Já. Og hann hlustaði á mig hérna í langa stund og lét mig svitna aðeins og svo tekur hann svona með mig og segir, já, Jón minn, ykkur í fyrirgefið. Og svo leppar hann að púltinu sinni og tekur upp síman og ringir upp á RÚV þar sem að þessi formaður útvarpsréttarnefndar var biður hana í síman og svo kemur hún í síman og hann hleypir henni ekkert að bara þetta er biskup Íslands Guð og kirkjan hafa fyrirgefið útvarpi rót og viljiði gjöra svo að láta þetta fólk í friði og svo skellt hann á hana þannig að hún kom ekki út einu orði sko. Þannig að þá var allt búið En hver var hugmyndin að hafa þetta svona galopið að þarna væru allir saman mormónar og homar og lesbíur sósíalistar það var bara þessi hugmynd að alþjóðan þyrfti að eiga sér málsvarn eða svona tæki til að koma skoðunni til á framfæri og í upphafi þannig að við vorum öll þannig að við lítum nú á svona boðun okkar og umræðu sem okkar aðal líkil að fólki og allt fólk gæti orðið sósíalistar þá erum við að finna vettvang til þess að tala við fólk. Ég held að þetta hafa nú verið svona í grófundráttum hugmyndafræðin og við myndum aldrei geta að rekja þessa útvarpsstöð nema að fá allan almenning bara með okkur í þetta og við vissum það við myndum alltaf haft tækifæri til að koma okkar skoðunum að líka. En það vorum við ekkert bara í því og við vorum líka mjög mikið í því að kynna baráttu, kynna hvað var á seyði. Við heldum löng samtöl við baráttu fólk og hinnum á þessum áttum og í sjálfu sem að segja kannski að við höfum metið baráttuna sem slíka, sem mjög mikilvæga. Þetta fólk væri þó að fólk var ekki saman okkur, að baráttuna sem slíka, það væri að fólk væri að láta til sín taka og okkur fannst það bara mikilvægt í sjálfu sér. Já, og það er líka, þetta er bara líka mikilvægt sko, maður hugsa, og sérstaklega eftir á, ég hef oft hugsað það, ég hefði gjarnan viljað vera meir en 23 ára þegar ég var þarna frá aðeins meiri reynslu á bakinu og vita hvað maður væri að gera og gæti gert, en sko eitt af því sem að rennur upp fyrir manni sko að þetta svona markaðstorg hugmynda er mjög mikilvægt og ég held að það hefði legið svona undir þessu aðeins líka að sko ef að þú trúir á þínar hugmyndir að þá, og heldur að þær séu bestar að þá er eins gott að geta bæði komið með framfæri en líka tala við þá sem er að reyfa slæmi hugmyndunar af því að það þarf að reyfa slæmi hugmyndunar líka. Ef að þær eru ekki upp á borðinu, að þá verða þær aldrei sleiknar út á borðinu, vegna þess að þú lendir aldrei að rífast við eitthvað sem hefur rétt fyrir sér, ef að þú hefur rangt fyrir þér, skilur. Og ég meina að þið á sósíalistspjallinu hafið haldið í það, mér finnst það er mjög,
það er gott og slæmt. Já, við erum ekki reyna að smíða, einn samhljóma kór. Einmitt, og það var svolítið þarna líka. Ég meina svo á milli þáttar, sko, það kom hana fólk sem að maður var að ræða við sem að var kannski algerlega ósammála, sko. En það hjálpaði örugglega til líka á alls konar levelum, sko, af því að það er í svona, þegar þau eru með félagasamtök, það er svona ákveðin 10% sem að segja allt og drífa allt og gera allt og framkvæma allt, ekki satt? Og það er alltaf þannig. Og það er þetta fólk sem mætti á útvarpsbrot og mætti í útvarpsþættina og hittist og talaði saman. Það voru skemmtileg svona járnbrautastöð þar sem kom fólk alls staðar. Það voru sko, stundum voru sko 200 og 300 manns í hverja einustu viku sem hefði aldrei komið í útvarp áður sem voru að koma inn í fyrsta skipti. Og þetta var algjört ævintýr að vera þarna, sko. En hvernig gekk þetta? Mætti alltaf sá sem átti að vera með þáttinn klukkan 2? Það var kannski svona einu sinni tvísvar í viku sem að fólk mætti ekki. Það kom þarna mikið af úlingum sem að þarna var þegar útvarpsbrot var til, þá minnir mig að það hafi bara verið komin Bylgjan og Stjarnan. Bylgjan og Stöð 2. Stjarnan var ekki byrjuð. Allavega aðalstöðin byrjaði meðan við vorum þetta. Sko málið það að ég mani betið því að það var alltaf verið að pranga inn á okkur einhverjum skoðanakönnunum, hlustendakönnunum og við áttum að borga eitthvað svaka upphæði fyrir það og við bara sagðum nei. Og svo gerðu þeir sínar kannanir og það var sko Rás 1, Rás 2 og Bylgjan og annað voru bara við, það voru engin annar aðrir, skilur við, á ákveðnum tímabili, þannig að við vissum nákvæmlega hvað voru margir hlusta okkur, sko. Já, Stjarnan verður til þarna bara rétt og eftir og síðan kemur aðalstöðin þarna seinna, sko, áður en við hættum alveg. En þetta var mest unnið í sjálfbáðvinnu, það voru einhverjir starfsmenn, en flestir af þeir sem voru með þætti voru að gera þetta í sjálfbáðvinnu. Já, og sko félagasamtök, þau voru umlega að borga fyrir sín svona útsendingartíma. Það var svona reiknað út af því svona hvað kostar að reka og hvað getum við svona seldum við ekki eins marga tíma og þurfti, þannig að þetta var alltaf bast í rekstri. Þarna náttúrulega líka þannig að stefgjöld, að þau voru fundin út frá því að það var einhver skýrslur frá Ríkisútvarpinu og Bylgjunu hvað var verið að spila og svo átti henni bara að borga eitthvað svona viðlíka, þannig að stefgjöld voru náttúrulega gríðarlega há með við það efni sem við vorum að flytja og til minnst þegar út af Saga fóru í loftið seinna, þá voru þeir bara með enga tónlist til þess að sniðganga stefgjöldin. Svo var náttúrulega símalínur, það þú þurftir að vera með sérstaka línu til að geta flutt með nægum gæðum til að geta flutt efni frá útvarpsstöðinu út í sendin sem að var, hann hafði bara verið upp á Vassendahæð. Hann var upp á Vassendahæð og sko og áttu þið sendinu, voruð ekki að leiða? Já, við þurftum að kaupa, sko. En það sem hann tók svona 1 fermetra og ég minnir að húsalegan fyrir þennan fermetra hefur verið álíka og fyrir allt Mjölnisholtið, sko. Það var eitthvað alveg fáránlegt. Þú borgar fyrir, sko, aðstöðugjaldi þannig í einhverjum skúr og síðan loftnetuð upp í mastri og vasti var hérna fyrir og skúrin líka og það var pláss en það var dýrt þetta pláss og dýra þessar línur. Þetta náttúrulega bara á þeim tíma að það sko þegar á þessum tíma þá hljómuðu mótið með svona og fyrir internetið og þetta voru bara allt annar tæknibúnaður og þessi sendi var auðvitað fók dýr líka sem þurfti að kaupa þarna. En einhvern veginn þurfti að starta þessu, hvernig var það gert? Var þetta... Já, það var stofnað... Það þurfti að finna pening fyrir sendinum og húsalegunni. Það var stofnað þarna hlutafélag, Rót EHF, minna hann verið strax, ekki HF, og Jens Guð teknaði merkið og svo gefin út hlutabréf og það bara að safna hlutaféð þarna í þetta og að stofna þetta og svo eins og segi það var verið að til á svipum tíma var búið til svona í kringum hlaðvarpan, það var líka svona hlutabréfasöfnun til þess að kvennabaráttan ætti sér einhvers staðar höfuðstöðar. Já,
Já, já. Þannig þetta var ekkit óalgengt á Já, já, ég meina ég á hlutabréf í Fríðarhúsi. Já, Fríðarhús líka. Það er, Já, kvennalistinn var mjög öflugur hérna í Já, já. útastáttum, sko. Það var. En hvað var nógu margir sem að komu og vildu leggja þessu lið? það var þetta, sko, kom að segja, það voru fleiri sem hefðu áhuga á að vera í útsendingunni en fjármögninni. Eins og oft vill nú verða og já, það er bara svona sitt hvað sem er að breytast þarna. Þetta fyrst og fremst þá bara gekk þetta ekki upp fjárhagslega. Fólk er farið bara að sinna einu og öðru heldur en að gefa rödd einhverju fólki sem að stóðum ekki nógu nærri. En þarna kom fullt af úlingum, þarna var verið að kynna nýja tónlist, þarna komu bara úlingagrúppur og eitthvað pönki var að byrja, var þarna og þarna var við vorum með, eftir að hættum að guðlasta á föstudagi langa, þá var haldið þarna það sem var þá bannað að vera með skemmtanir og tónleik og þess eftir, svo við heldum Róta Rock, það voru tónleikar í húsnæðinu okkar og þar var flutt bara í beinni. Það mættu að þarna þegar við gerðum þetta í húsnæðinu hjá okkur þá mættu 32 hljómsveitir og spiluðu bara í einum rykk í einhverja 14 tíma. Já, já. En þetta var í seinna skipti. Það fyrsta skipti sem við gerðum þetta, ég bara man ekki hvar það var haldið, en það voru alveg magnaða tónleika líka, sko. Já, við vorum gerðum þetta tvisvar og þetta var en öflura næst, þetta var eiginlega næstu bara tók allan sólarhringinn, sko. Þetta var dag og nótt. Og ég man að Ham var þarna frekar nýleg hljómsveit, sko, og hann Ótver, hann spilaði á Ríksugu, það var helviti magna. Það eru 2 sem að koma að samstöðinu núna sem að voru á Útvarpi Rót, mjög ung. Oddný Eir Ævarsdóttir var með eitthvað úlingaþátt. Já. Og Bogi Reynisson, hann sagði að hann hefði hringt við 14 ára og spurt hvort hann mætti vera með þátt og þá fekk hann svarið 8 plötur. Ég á 23 plötur, en ég get líka fengið lánaða plötur. Það getur komið á morgun. Þannig að þröskuldri við að koma og byrja og pröfa hefur ekki verið hár. Eins og Sofía sagði það, sko, þetta náttúrulega er fyrir internetið og það var náttúrulega, sko, ákveðin fjársjóður að eiga nokkra plötur, sko. Og og við sem vorum þannig mikið við náttúrulega komum með allt sem við áttum og síðan var hann hvað heitir hann Venni Linnet, já. Hann sendi þannig einhverjar 1000 plötur sem hann átti, sko, sem að fengi að vera þarna meðan útvarpið var og það var heilmikill hugur í fólki. Ég var minnast þess þegar Ragnar var að tala áðan þegar við vorum að byrja þetta, sko, að við vorum þannig 3 saman dag og nótt, þarna vikurnar áður en að við byrjuðum útvarpið vorum að skrúa saman þessi stúdíó. Það var ég og Jóhannes K. Kristjánsson sem er náttúrulega búin að vera hljóðgúru hjá Stöð 2 í síðan bara og Guðlaugur Kristín Óttarsson, Godtklæst úr Þeysurunum og við vorum þarna, lóða saman snúrur og tengja allt og einangra og gera alla kunstir, sko. Og það var heilmikið stemming kringum þetta, sko. Og svo var það alls konar fólk sem kom innum, sko. Já. Og svo eins og alltaf, sko, þegar verið að opna hvort heldur í Kringluna eða einu útastöð og að sama var með opna stöð 2, það unnið dag og nótt í lokinu á þessi og Jón Helgi, hann náði því að hann er eini maður sem ég hef séð sofa standandi, sko. Stóð hann bara í dyragætt og hallaði sér upp að dyrastafnum og það var alveg gjörsamlega slökkt á honum, sko. En hann stóð. Já, og skipaði fyrir þetta líka. En þetta lifði ekki lengi. 2 ár. Þetta, sko, við mistum nú húsnæði upp í Mjölnisholti, það sem var búin að vinna mikið í og kosta mikið upp á. Sem var þarna við hliðina á Hampiðinni. Já. Og við fluttum þá vestur á Vesturgötu og þá fór nú svona frá því fór svolítið að draga úr dampinum á þessu, sko, og það síðan er það nú ábyggilega fjárhagurinn sem er orðin slakur og sko ég held að þetta stóð stutt en ég held að við sem að
sko, stóðu nú mikið að þessu, svona í grunninn. Það var nú síðan þetta fullt af fólk sem vinnur miklu meira en ég til dæmis í þessu. Ég var náttúrulega opinber starfsmaður og þurftu nú að vera sinna ýmsu öðru. En þessi krakkar sem voru þarna, þau gerðu þetta raunverulega mjög vel og margir þættir sko, margir sem komu fram þarna þó þetta væri frá svona samtökum sem okkur þótti, þú veist, trúarsamtök, Baháar. Sko, hann sem var með þættina frá Baháum, hann núna sko, aðalforinginn í umhverfismálum, hann Halldór Þorgeirsson, hann var með þessa Bahái þætti þannig. Og þið getur talið um miklu fleiri sem að eiga sín fyrstu skref þarna þetta var mikil deigla. Þetta er deigla sko. Þarna koma líka sko fólk sem aldrei hefði komið og verið með útastætti áður eins og hérna Stjáni Stuð sem er þroskaheftur piltur og hann var með sína útastætti þarna, svo voru einhverjir sem voru eitthvað að ringja og gera eitthvað símaati í honum og þá ringdi minni mig þú upp á síman og eitthvað við veitum hvort það væri hægt að rekja þá sem að væri að ringja svona og komist eitthvað staðar allavega einhvern veginn að ykkur þessa pilta sem voru þarna og það var bara þeim að tilkynnt það nú verður allir einhvern veginn tilkynnt hvað þið eruð að gera og þið skuli ekki, þið voru teknir alveg illilega í gegn það var hótað því að þetta hefði alvarlegar afleiðingar ef að þeir réðust aftur á Stjána Stuð hann hefði sko sitt bakland með sér og setna eftir við hættum þá komst hann inn á framhaldsskólaútvarpið það lífði eitthvað aðeins lengur en þetta En þetta fjarast út? Já, ég nefnilega hætti þarna áður rétt á hann fórum úr Mjölnisholtinu held ég þá var ég að byrja í líffræðinni minni sko. Það málið það áður en þetta var þá var ég bara í efnafræði í háskólanum og það var svona hálfleiðilegt og þurrt og eitthvað og svo fór ég inn í þetta ég einhvern veginn þekkti alla en dró ekki taumni eins að ég var ekki félaginn einstæðar þannig að það var sennilega verið þessuna sem að ég var valinn sem dagskrárstjóri þegar mér var alveg sama hver var fyrstur sko. Já og svo fer ég þarna einmitt 89 sennilega En þetta stofnaði af svona pólitískum tilgangi þá getum við spurt árangur Er þetta að meta það? Það er voðalega erfitt að meta það hvað hann hefur verið mikill en þó held ég hann hafi verið þó nokkur og þó ekki var nema hvort okkur sjálfum sem vorum með þessa viðræð þetta ég til þess var með langa viðræð þetta við alls konar barátufólk og þetta lærði ég óskaplega mikið af því sjálfur og ég trú ekki öðru en að menn hafi sem hlusta á þetta fleiri en ég hafi lært mikið af þessu. Þú mest, ég þekki það sem sitt hérna og tala við fólk og ég bara vendar þessu námskeiði hérna. Já, mér finnst bara að maður heyri fólk tala út af flót að það er margir fleiri en sko krakkarnir sem að þau eru að tala sem hafa verið að segja þetta við mann sko, þetta hafi verið mjög mikilvæg stöð. En hafið þið eitthvað svona horn í síðu ykkar var litið á eitthvað sem ykkur ógn í samfélaginu? Já, það var til dæmis sko mjög hörð andstæða við það að stúdendaráð kæma að þessu, þeir hugsaðu sér að vera með þætti þarna og það var ráðust alveg gríðarlega hart og persónulega á einstaklinga þar sem að komu þessari útastöð á sínum tíma og það sem að þetta svona kendi mann svolítið líka sko er það að fólk sem að stendur í baróttunni það þarf að hafa bakland. Það er ekki nóg að hafa viðhlægjendur ég er ekki að segja aðhlægjendur, þetta sko viðhlægjendur, þessa sem eru já, allt í lagi sko, hvítvin í sófanum en eru hvergi til staðar þegar á reynir. Já, það var eins og en ég held að það sem að þarna hafi skilið mest eftir þessi útastöð er samtalið að opna á samtal og samstarf fólk sem var búið að vera svolítið að klóra augum hvert úr öðru af því að þeir voru með sko korréttulínuna og fólk hafi svona náð aðeins betur að hlusta hvert á annað. Og kannski vinna saman af því sem þau áttu sameiginlegt og þau byrjast því saman í staðin fyrir að vera að horfa alltaf á það sem aðgreinir.
Og Það var taka Þetta var nú eftir eiginlega erindi öðrum, í Korpin núna í Safnahúsinu var þetta sko. Já, ég var annars Já, ég þar, missti komst ekki eftir að því. fyndi. Þetta var eiginlega hans erindi að Já. fólk ætti að finna sér eitthvað til þess að berjast saman Já, Já. þetta en er á mjög- þess að slaka mikið á. Af En því að það er þú mjög kemur mikilvægt. ekki úr svona vilda vinstrinu. Þau upplifið þetta sem svona lækningu og gömlu deilendum. Varstu eitthvað var við það að þetta ætti svona rót þarna í deilum trotskíista og máista hérna á 8. áratum? Nei, það get ég nú ekki sagt sko, en eins og Ragnar var að segja, ég meina þetta, fólk hlustaði mikið á þessa útastöðu, aðrir í hlustundakönnunum voru yfirleitt á milli 25 og 30% sko. Og maður heyrði hérna frá fólki út í bæ sko að fólk sem að hlustaði ekki á nokkuð skapaðan hlut annað heldur en þetta bæði vegna þess að við vorum að spila músík sem var að spila hvergi annars staðar. En líka alla þessa þætti þar sem að fólk var bara að tala þann daginn og áhugaverða hluti og ég var að segja það um þættina hans Ragnars Lúðra byltingarinnar, hérna 4 tíma þætti atburði hér og þar á landinu og ég fór nú oft með þér sko til Vestmannaeyja og til Keflavík, fórum til Keflavíkur og tókum viðtöl við herstöðaranstæðinga þar sem að var náttúrulega hérna í Ljónagrifjunni sko og það var rosalega margt mjög athyglisvert sem kom upp þar sko og til og með síðasta viðtali sem að teki við Halldór Laxness, þú tókst það, þú varst með það í þessum þætti. Já. Og hérna, og það voru, ég vildi óska maður að fyndi þess að þætti, ég hef ekki... Og hvað var það þetta? Þetta er ekki til á... Kannski er þetta Heimi og Sofíu, Það er helst að þetta sé Heimi og Sofíu. Já, en var nú ekki allt sko, sumir fóru bara með, heldur sínum kassetum og eitthvað þannig að... Og sumt var ekki. Svo var þetta svolítið líka svona svipað eins og á uppásáum ríkisútarsins sko, þegar áttur ekkert mikla peninga, það var tekið yfir aftur. Já, það var og búið endurflyti og svo var þetta hérna, ekki passa nú vel upp á þetta, þannig að það er oft það sem er það að maður hérna, átta sig ekki á sögunni í samtímanu þegar hún er að gera sko. En svo er líka sko eins, bara aftur að því sem þú varst að spyrja áðan hvort einhver hafi verið að hatast út í okkur sko, það var bæði og ég meina það voru ótrúlegasta fólk sem að var líka mjög hrifið af hugmyndinni þótt að það væri ekki endilega samanlega okkur sko. Og þegar þú varst að tala með áðansvapja þarna með stúdentana sko, það var eitt skólabróður minn úr MA sem að var einmitt í stjórn þarna og hafði verið að standa fyrir þessu að þeir ætlaði að taka þátt í þessu. Að eftir þessar 2 vikur eða hvað það var eftir að þeir lögðu það til og Morgunblaðið var fullt á hverjum degi af greinum vondafólkið á Útvarpi Rót sko, að þá fyrirfór hann sér. Hann hengdi sig út í garði hjá sér og þá komu þarna einhverjir af þeim sem hefði verið að skrifa sem mest sko. Og það var ákveðið að hætta að tala þetta, skilur. Þannig að þetta var ekki djók í rauninni, þetta var alltaf heilmikið, ég meina þarna voru að koma fram raddir sem hefði aldrei fengið að heyra staður í íslensku samfélagi og bara geta sagt hvað sem er, það var stórhættulegt náttúrulega. Og ég man að við vorum líka með, hérna, við vorum með ákveðið plaggar sem fólk skrifaði undir þetta ekki ábyrðaði sem ég sagði vegna að við vissum það að það væri fólk sem að var á móti okkur. En svo voru líka ótrúlegasta fólk sem að var hérna mjög hrifið af hugmyndinni og ég var einmitt að segja ykkur áðan frá sögun á honum Albert Guðmundssoni sko. Hann var með borgaraflokkinu á þessu tíma og borgaraflokkurinn kemur þarna, einhverjir 3 menn þarna frá honum og skoða stöðina og vildu vera með þætti sko. Og hérna, þeir vildu náttúrulega vera menn með mönnum sko. Og hérna og svo fara þeir og svo fæ ég símtal svona viku síðar frá einu þeirra og sagði að þeir myndu kaupa svo sem ekki hlutabréfum og vera með þætti og ef við myndum losa okkur við hérna homo og lesbíur og múnista af einhverjum undarlegum ástæðum og hérna og ég sagði bara þú veist, konseptið með þessu útvarstöð er að allir geta komað og sagt það sem þið vilja og við erum ekkert að vera að breyta því og þá og svo hætti þeir bara við en síðan ringir Albert í mig og finnst þetta mjög leiðilegt og ég hefði aldrei heyrt eða séð mannin áður sko, ég tekti hann ekki neitt en honum fannst þetta mjög leiðilegt og þetta hefði verið akkurat hugmyndin sko sem hann hafði útvarp þegar var verið að koma í gegn frjálsu útvarpi
og sagði við mig að ef við lendum einhvern veginn í vandræðum að þá skildi ég nú endilega koma og nýpi hann og hann geti kannski hjálpað, sko. Og svo einhvern tíman, einhverju mánuður setna þegar voru einhverju rógreiti reikningar, sko, og átt að fara að skella á okkur að þá hjólaði niður í Alþingisskrifstofunnar og stakk inn höfðinu á skrifstofunar og hann sér mig tekur upp ávísun eftir jæja, góður minn, hvað er það mikið? Og þannig að, og svo talaði ég aldrei við hann meir, en það voru alls konar fólk sem fílaði þetta. Ég meina, ég man til dæmis eftir að koma hann að fylgta fólki og sendir á honum og sumir buðu okkur að koma og fá efni hjá sér, plötur til dæmis sem að náttúrulega var erfitt að ná í nákvæmlega það sem maður vildi fá, sko. Og ég gerði mig ferðir í hinn og þessi sendir og það kom tilbaka með fangi fyllt af plötum, sko, en Þú er farið víða að beitt þig já, sko Talað við biskupinn og Albert og þetta var blóðu bara en bandaríski sendiherrann, sko, hann kom þarna líka, sko, dróð mig afsíðis og sagði þetta hefði bara verið eins og háskólaútvarpið heima, sko, rosa flott, en þeir getur því miður ekki stutt okkur neitt, sko, þegar við vorum á rangri hillu. En núna er náttúrulega allt fjölmiðlaumhverfi breytt, þetta er náttúrulega komið internetið og samfélagsmiðlar svo kallaðir. Svona fyrirbrigði, svona open mic útvarp, það er einhver vit á því að hafa það núna eða mætti RÚV hafa kannski eina rása sem að væri aðeins opnara, það er nú ansi hörður ritskoðunin þar, hvað er hleypt inn? Þú minnist á þetta með RÚV, þá man ég eftir mjög snemma okkar ferliðan og þá kom Stefán Jón Hafstein, þá var hann rétt nýkominn frá námi í blaðamennsku í Bandaríkjunum og var að kynna sér þetta, hvernig þetta væri og sagði svo, þetta er það sem að ríkisútvarpið hefði þurft að koma sér upp fyrir áratugum síðan og það er svona, hann skynjaði mjög vel þessa hugmynd og ég held svona það sem er að gerast núna náttúrulega í þessum almennu fjölmiðlum, það er náttúrulega óskapleg einhæfni sem er að grassera og mainstream, algjört mainstream í öllum varðandi allar skoðanir nema hjá svona undantekningarmiðlum sem að heyrist miklu minna í en þetta er, ég myndi segja að þetta væri mjög slæmt ástand. Þetta er líka svona einhvern veginn mér finnst alltaf eins og umburðarlyndið fyrir öðrum skoðunum og meiningum hafi dalað. Fólk er fólk sendi kannski eitthvað fúkarðarflumju í reiðilestri inn á velvakandi birti það ekki. Og kannski sagði viðkomandi þú verður aðeins að laga orðbragðið þitt þangað til að með fengi kannski 3 til inni eða bara sátt og bölvuð þeim heima, sko. Það sem að útvarpar útgerði er það að hún ritskoðaði ekki nema það að skilur ef fólk var að við hefðum aldrei liðið það að það væri verið að koma með svona hatursorðræðu en hún var bara fólk var ekki orðið vantinni því datt ekki eiginlega í hug að það gæti komið þarna og drullaði yfir aðra mannesku annað fólk það var ekki þekkt bara því datt það bara ekki í hug þannig að þegar svo til dæmis samtökin 78 það voru einhver sem að vildi ekki vera í útsettingunni næst við hliðina á þeim en þeir voru ekki að ráðast á þetta fólk samt sem áður það datt engum í hug að koma fram í fjölmiðlu og segja hér eru bara barnanýðingar og ferð Þannig að ef við varum með open mic útvarp í dag þá væri hætt á því að fólk væri að nota útsettingatíman til þess að hrakyrða annað fólk. Já, ég veit það ekki. Þetta fer svolítið eftir því, sko, þetta fer svolítið eftir umhverfinu. Það er öðruvís að sitja með fólkinu og tala við einhvern, heldur en að sitja einn heima og hamra á eitthvað lyklaborð, skiljum. Og algjörlega í sínum huga og vera ekki með neina innspil og ekki neitt, sko.
og það er allt mögulegt sem að stuðlar þess sem að Sofía að segja. Ég meina það er ekki bara það að þessir fjölmiðlar séu til, heldur er það líka svolítið sko með þessu útastöðu var að þá stillur á útastöðuna að þú vil hlusta á hana. Með samfélagsmiðla að þá stilla þeir inn á þig af því þeir vilja tala við þig og senda þeir endalaust eitthvað stöf sem að þú veist. Ja. Þannig að þetta er margslungið sko, en þetta er alveg rétt. Ég meina andrúmsloftið hefur náttúrulega breyst heilmikið bara í almennri umræðu og hún náttúrulega hefur orðið sko mun ómarkvissari finnst manni og einhvern veginn útvatnari, ég veit það ekki. Það er líka þannig að það er ekki fleiri raddir sem heyrast. Ég gerði smá könnun á því í tengslu við endurist leigjendasamtakana, þá skoðaði ég inn í á RÚV og þá minni mig hafi verið tæp 4 ár þar sem að RÚV talaði ekki við leigjanda. Á tímabilið þar sem að sko leiguverð var að tvöfaldast og sem að við erum bara að vitum í dag að er eiginlega megin ástæðan fyrir sko harðnandi verkalýðsátökum er það bara vaxandi húsnæðiskostnaður og væri svona eðlilegt kannski að RÚV hefði áhuga á því að fylgjast með þessu en það hafði ekki verið talað við leigjanda í 4 ár og svo leigjandi sem hafði verið talað við áður hafði verið leigjandi hjá félagsbústöðum það sem var að tala að því að þau kveiknað annars staðar í húsinu. Það var ekki verið að tala sem hagsmuni leigjanda. En svona er náttúrulega meginstraumsmiðlarnir orðnir að það er svo einhæft við hverjir tala. Það er alltaf verið að tala við fólk sem hefur vit á fátækt eða eitthvað slíku en það er aldrei talað við fátækt fólk. Og svo þar fram til guðum. Já, en þetta er líka sko, það er svolítið munur á því þegar hvort þú hefur einhverja samfélagsmiðla þar sem að þú getur bara komið og sagt það sem þér dettur í hug og það er enginn sem að, svo sem er að mæta þér, kannski kommentar eitthvað og segja hvaða rugl er í þetta, í þér maður. Eða setur reiðan kall. Já, eða eitthvað svoleiðis, eða sendi þér tónin eitthvað illilega á móti, sko. En það sem að gerist, sko, er að þarna kemur fólk inn á sameiginlegan vettvang, það mætir inn í sömu útastöðuna í sama húsinu og það mætir þessu fólki og þú sýnir fólki svolítið meiri háttvísi augliti til auglits eða bara því að þú getur kannski sagt einhverjum í heitapottunum að einhver nágranniðinn sé hálfviti í pólitík eða einhver öðru en þú segir ekki inn í garðunni hjá honum, eða inn í stofunni hjá honum. Það er erfiðar að afmennska fólk að maður horfir á það. Já. Og þó og jafnvel mætir ekki fólkinu, þá ertu komin inn á þennan sameiginlega vettvang þar sem að þú mátt tala og þau mega tala. Og það verður þess að þú sýnir fólki svona pínlítið meiri virðingu heldur en þegar þú ert eitthvað staðar einn og þú já. En svo er líka með það sem var sérstaklega útvarp líka, sko, var það að yfirleitt voru allar útsendingar, allt var sendt út í beinni útsendingu, yfirleitt. Það var einstaka þættir eins og þátturinn þeim þar sem við fórum eitthvað og tókum upp sem að var annað. En og það eru alls konar dæmi hluti sem, og þar gerast hlutir á allt annan hátt heldur en í upptöku, sko. Og það eru alls konar sögur það ég mannlega settir í því það var hvað hét hann Ísland Palestínum Elías var það Elías Davíðsson málið var það var einhver tíman sem að einhver setti upp, ég veit ekki hver það var en skipulaði klukkutíma þátt þar sem að forsætisráðherrann Steingrímur Hermansson átt að mæta og tala við 3 aðila sem hafði aldrei verið talað við áður. Og það var herstöðanstæðingar, það var El Salvador-nefndin og svo var Ísland-Palestína. Og og það átt að gerast bara í beinni útsendingu og fyrst eru það herstöðanstæðingar og það þótti mikill viðburður, sko, að forsætisráðherrann yrti á þetta fólk í fyrsta skipti í 40-50 ára eða hvað það var síðan að herinn, að við vorum hertekinn, sko, og
og það voru 20 mínútur í það og síðan kemur El Salvador nefndin og það er líka verið að tala og svo síðastur kemur hann Elías með frá Ísland-Palestínu og og ég sit þarna inn í stúdíu og var bara að fylgjast með og þeir eru að tala saman og Elías er að tala um það sko að þarna Yasser Arafat náttúrulega forseti situr í Trípoli og enginn vil tala við hann og það er ekki að semja um neitt af því það getur enginn tala við palestínumenn og þeim sem ráða þar og Steingrímur, já, það er náttúrulega aldrei gott ef að fólk er ekki að tala saman og eitthvað svona og Elías segir við hann, hvernig með þig? Ég meina, nú þú forsætisráðherra á Íslandi í svona einhverju vesturlandalandi og ég meina, myndið þú tala við hann? Já, ég meina, orðið eru til alls fyrst og það getur ekki skada að tala við mannin og svona, ég meina, já, það geti alveg verið, sko. Já, veistu það, ég nefnilega hringdi hann Yasser í gær og hann vil tala við þig. Verið boðið til þess. og það mátti alveg heyra saumnál þetta þarna í svona 20 sekundur á meðan að Steingrímur var að reyna að finna út hvað hann ætti að segja og svo allt í henni bara tekur hann ákvörðun. Já, ég er alveg til í það. Og hann fór. Og það, já, en það var ekki fyrir en eftir að Þorsteinn Pálsson náttúrulega búin að hóta því að slíta stjórnarsamstarfinu og það fór allt á hliðina. Það var allt brjálað í sjálfstæðisflokknum, sko. En hann fór samt. Og borðaði þá vorum við mjög stolt af okkur. Landbímatinn. Þegar horfum tilbaka. Þetta var aldrei ritskoða, sko. Þegar horfum tilbaka, þá verðum við ánað með útvarpsbrót. Já. Ánað með að hafa tekið þátt í þessu. Ég er ónaðist með það hvað maður er kraftlítill núna til að geta endurstarta þessu. Já. Þér er velkomið að koma hér og hafa þætti, vitlastætti, 4 tíma vitlastætti. 4 tíma, jafnvel þótt að vera styttri. Já. Þetta síðar breyttist margt og podcasti kom og þá komu svona öðruvísi vettvangur sem er kannski líkari því sem að vera að gera þar. Einhvern veginn sprettur þetta fram. Það er náttúrulega miklu öflugri fjölmiðlun fyrir utan meginströmi núna heldur en hefur bara nokkuð tíma verið, sko. Hún er alls konar, alveg eins og útvarpsbrót var. Já, það er miklu auðveldara í sjálfsögur að koma svona lögu af stað í dag heldur en var þá get ég trúa, sko. Það eru alls konar leiðir til þess að senda út og það eru, þú veist. Já, en það er líka svolítið erfiðara samt að brjótast í gegn með röddina vegna þess að sko ef eitthvað var sagt í ríkisútvarpinu bara í útvarpinu, það var bara í útvarpinu það var bara þessi eina útvarpsstöð þannig að allt sem að komst í útvarpið komst í umræði í samfélaginu. Já, bara aðal umræðefni í morgun kaffitímanum í öllum vinnustöðum daginn eftir. Já. Það var bara þannig. Já. Svo þegar útastöðvunum fjölgar að þá er bara fólk missir af þessu vegna þess að það var bara að hlusta á eitthvað aðra rás. Það var að hlusta á bylgjuna og svo stjórnuna og aðalstöðuna og síðan hélt þetta áfram. Þannig að sko útvarp rót náði til svo margra vegna þess að það voru ekki svona margar útastöðvar. Við fengum útlutað bylgjulengdinu 106,3 lengst til hægri á FM. Já, lengst til hægri á FM. Sko. Var það ekki slagorðið? Já, og eldri útastæki náði ekki yfir 106. Já, og Pétur Pétursson þulur, hann kvartaði við þessu, hann þurfti að kaupa sér nýtt útastvittæki til þess að geta hlustað útvarpsbrót. Og hann fikk sérstaklega leyfi til að frá ríkisútvarpinu til að koma og vera að tala í útvarpi okkur sem sko. Já, hann þurfti hann að fá leyfi. Já, þetta var svo þekkt rödd sko. Var hann að tala um verkalýðsbaráttu fyrir ára? Ég manna bara nútíma líka, hann var orðið svo verkalýðsróttakur. Ég man eftir honum, hann kom á þessu tíma var ég líklega að vinna á annarkvort á DFF eða komin yfir á pressuna. Hann kom þá reglulega í heimsókn og hélt fyrirlestra frumuræðu yfir. Yfir verkalýðsbaráttu fyrir ára. Og mundi allan anskotan, hann mundi þáttöku afa míns og
og hérna var ótrúlega fróðlegt að fá hann í heimsókn. Já. Blessuð sé minning hans. Herðu, en Ragnar, Sofía og Jón, kæra þakki fyrir að koma hingað og rifja upp fyrir okkur útvarp Rót. Og takk fyrir okkur. Takk. Herðu, og þetta eru lokin af rauðaborðinu núna í kvöld. Ég þakka öllum gestur sem hafa komið hingað í dag og ykkur sem hafi hlustað. Bendi á að þið getið hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna með því að læka síðurnar okkar á YouTube og Facebook. Þið getið stilt á 89,1 á útvarpinu ykkar eða sótt útasendingarnar á spilarinn.is, hann er á netinu og líka sem app. Þið sem vilji hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna getið gerst áskrifendur. Því það er eins og kom fram hérna í samtalinu um útvarp Rót að þá er flókið mál að fjármagna svona samfélagsútvarp. Þið getið farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem heitir áskrift, ef þið ítið á hann að þá getið skráð okkur fyrir 2000 krónum á mánuði, þið getið borgað meira ef þið viljið, en þá takið þið þátt í að leggja lítið til svo að við getum byggt saman upp eitthvað stórt. En takk fyrir kvöld og góða nótt. Segðu það á samstöðinni.